Í Eyjafjarðarsveit eru 1030 íbúar en hvorki meira né minna en 3 kvenfélög eru starfandi í sveitinni sem þykir nokkuð mikið í ekki stærra sveitafélagi. Kvenfélagi Hjálpin er elsta kvenfélag sveitarinnar og við erum boðin í kaffi og kleinur til 2 kvenna í félaginu. Stelpur, hvers vegna eru svona mörg kvenfélög í Eyjafjarðarsveit? Það nú tilkomið út af því að hér voru 3 sveitafélög. Saurbæjarhreppur, Öngurstaðahreppur og Hrafnagilshreppur og þar voru reyndar 4 kvenfélög en það er búið að sameina 2 og þau hafa bara haldið sér síðan bara í sömu mynd og voru þá en reyndar eru eins og í okkar kvenfélagi þá eru koma svolítið inn konur eins og frá Akureyri þannig að það einskorast ekki bara við gamla Saurbæjarhreppinn kvenfélagskonur sem eru í því. Og engin rígur á milli þessara félaga? Nei, við erum ósköp ljúfar svona hverju aðra, en við vinnum svolítið mikið saman og höfum svona einstaka verkefni og kannski gaman að geta þess að kvenfélögin samanast að gefa fermingabörnum á svæðinu, sálmabækur og blóm á fermingardaginn og það eru svona ýmis verkefni og handverkshátíðin sem við vinnum saman, þannig að við erum ósköp ljúfar hver við aðra. En þið tilheyrið elsta kvenfélaginu, hérna í sveitafélaginu, kvenfélaginu Hjálpinni sem að fagnaði mitt 100 ára afmæli sínu fyrir ekki svo löngu síðan. Hver er í stuttumáli saga þessa kvenfélags? Það var stofnað 14. október 1914, 25. október fyrirgefðu, út af því að það vantaði svo mikla hjúkrun og læknis aðstóð í rauninni, það herju berklar, sullaveiki, lúnabólga og það var margir að deyja úr því og það var svo erfitt að komast til læknis eða fá aðstóð að kvenfélagið tók sig saman, eða nokkrar konur tók sig saman og stofnuðu kvenfélagið til þess að ráða hjúkrunarkonu sem til starfa til að fara á milli bæja og aðstóð þeim sem ekki komust til undir læknishendur í bæinn eða til Akureyrar. En starfsemi félagsins hefur nú breyst töluvert í tímans rás, þið eru ekki lengur að hjúkra fólki eða hvað? Nei, nafninu var breytt 1965 í kvenfélagið Hjálpin, það hét hjúkrunarfélagið áður og við erum nú aðalega núna að safna og gefa eins og við hugsum okkar nær umhverfi aðalega þó við gefum líka eins og Hrafnagilsskóla og Sjúkrahúsinu Akureyri og Kristnesi og því og svo náttúrulega líka að hugsa okkur sjálfar að koma saman og eiga glaðan dag. Geturðu nefnt dæmi svona verkefni sem þið eru að fást við? Það er náttúrulega handverkshátíðin, það er náttúrulega okkur aðalfjáröflun eins og það eru svona einstakari drykki sem við tökum fáum við hana lengst fram eftir. Við höfum verið að gefa stóla út af Kristnes, við höfum gefið á kvennadeildina í Reykjavík og við gáfum í tösku fyrir heimafæðingar nefn á fæðingadeild og svona ýmislegt sem við höfum verið að vinna að og svo erum við náttúrulega að vinna að því að gefa út bók í tilefni 100 ára afmælinu okkar og það er nú búin að standa að vinna yfir núna í hátt í 3 ár en hún vonandi lítur dagsins ljós seinna á þessu ári, það er svona stefnt að því. Og svo skilst mér líka að þið hafi farið í heljarinnar ferðalag í tilefni af afmælinu. Já, ég held að með segja þetta sé fyrsta utanlandsferðin hjá þessu kvenfélagi og áttum bara mjög ljúfa og skemmtilega daga í Dublin og ferðuðust þar aðeins og bara 20, við vorum 19 sem fórum hérðan og beinu flugi sem var þvílíkur kostur og þetta var bara mjög vel heppnað í alla staði, allar mjög ánægðir með þetta. En jafn mikil þörf fyrir kvenfélög í dag eins og var í gamla dag? Já, ég held að vissulega mikil þörf, ekki að samaskapi eins og var þá í hjúkrun og svoleiðis en ég held að sé meira félagslegt af því að það hefur sýnt sig í gegnum tíðina að það hefur verið gefið alveg ómælt fé til ýmissa málefna, góðra málefna eins og sjúkrahúsa og heilsuhæla og svoleiðis að þegar konur koma saman, taka sig saman og mynda samstöð og samvinnu þá gera stórkostlegir hlutir.
En hvernig hefur nýliðun gengið hjá okkur? Nýliðunin í okkar kvenfélagi hefur bara verið virkilega góð. Við höfum alveg unnið svolítið mikið í því að fá konu til okkar og Lilja nefndi hérna áðan með þær sem að koma frá Akureyri hafa yfirleitt allar eitthvað tengsl í hreppinn, annað búið þar eru afkomendur. Það hefur nú svona, ekki eins mikið nýliðun í hinu tveimur kvenfélagunum og hérna, en það okkar kvenfélagi í rauninni það yngsta held ég svona meðlimir, reyndar svo elsta, við erum með heiðisfélaga þegar eru 70 ár og það ein áttræð sem ennþá starfandi með okkur, bæði í leikskólastarfi og það bara rosalega gaman að fylgjast með og hún bara nýtur þess að vera með okkur og svo yngsta undir 30, þannig að hérna, þetta svolítið breiður svona aldursskali hjá okkur. Hvað hefur þetta starf gefið ykkur svona persónulega? Það náttúrulega gefur okkur það að bara hittast og kynnast hver annari í sveitafélaginu. Það kannski aðalmálið að þessi félagslegi þáttur. Og svo líka að vinna góðum verkum. Láta eitthvað gott leiða af sér sem maður sér að öðrum til góðs. Það gefur ótrúlega mikið. Og ég veit að það einmitt gott á milli þessara félaga því félagin að bjóða hvort öðru í boð til sín. Já, vissulega það hérna svona kvöldverðarboð sem þau skiptast á að halda kvenfélagin og bjóða hinu tveimur og svo hefur við líka verið með fyrirlestur, við fengum Siggu Kling í fyrrasumar til að vera með fyrirlestur fyrir okkur, þá tökum við okkur alls saman og fleiri svona viðburðir sem hefur verið að bjóða bara á milli og svo náttúrulega erum við saman í tjaldi á handverkshátíðinni þannig að það bara mjög gott samstarf hjá okkur.